skulum líta næst á afbrigði sem að hvítur á kost á í öllum leiðum slavneska varnar sem er að drepa á D5 og þetta er afbrigði sem að mörgum leiðist að tefla gegn með svörtu því að hvítur fær svona yfirleitt örlítið betra tafl og staðan verður oft svona svolítið dauf fyrir svartan, litli vinningsmöguleikar, en ég ætla að stinga upp á leið sem að ég tel að gefi svörtum bæði tækifæri til að tefla traust, viljan það, en gefa nú líka tækifæri til að tefla svolítið hvasst og býður upp á einhver sóknarfæri í ákveðnum leiðum. C-drepi D5 og biskup F4 og núna þessi leikur riddari C6. Önnur leið hérna í þessari stöðu er E6 eins og meðal annars Gata Kamski hefur telt nokkur sinnum, en ég held að staðan eftir E3 og biskup D6 og uppskipt á D6 og drottningdreipur og biskup D3 sé bara einfallega örlítið betri fyrir hvítan og bjóði ekki upp á mikla möguleika fyrir svartan. Þannig að riddari C6 held ég að sé aðeins skemmtilegur leikur fyrir svartan og hér eru tveir möguleika fyrir hvítan, annars vegar að leika E3 og að leika hrókur C1. Eftir hrókur C1 kemur biskup F5, E3 og hrókur C8 og núna hvítur hann er möguleika að leika drottning B3 en hann er ekkert vandamál fyrir svartan, svartur getur leikið riddari A5 og eftir drottning A4 skák B5 og drottningi verður að bakka. Þannig að eftir biskup E2 kemur E6 og stutt hrókun og núna riddari D7 sem er lykilleikur í þessu afbrigði að mínu mati. Riddarinn valdar E5 reitin og C5 reitin sem eru reitir sem að hvítur reynir ofta að ná tökum á með að leika riddari A4, riddari C5 eða riddari E5 og riddarinn D7 stendur vel og valdar þessa reiti. Hér getur hvítur reynt riddari A4 og þá kemur biskup E7 og hér hafa einhverju leikið A3 með hugmyndin að leika B4 og sækja fram á drottningavægnum. En hér á svartur dálítið skemmtilega leið sem að byggist á þessum leik hérna G5 og eftir biskup G3 H5 og svartur sækir fram á kóngsvagnum og við sjáum þetta í einni módelskák seinna hvernig hægt er að tefla þetta fyrir svartan. Í staðinn fyrir A3 eftir biskup E7 getur hvítur líka leikið riddari C5 og af því að riddarinn er komin á D7 þá getur svartur að drepa þetta með riddara og eftir D-drepi C5 hrókar að stutt og plan svart í þessari stöðu er að leika biskup F6, stundum hrókur E8 og sækja fram að miðborðinu með að leika E5. Hvítur aftur á móti reynir að pressa drottningvagnum með að leika A3 og B4 en ég held að svartur eigi fína möguleika í þessari stöðu. Ef við förum tilbaka í stöðuna eftir riddari D7 þá getur hvítur líka leikið drottning B3 og þá mæli ég með þessu framhaldi hérna riddari A5, drottning A4 og riddari C4. Tökum eftir að svartur þarf aðeins að passa sig á því að leiki ekki B5 í þessari stöðu því að hvítur getur drepið á B5 þannig að riddari C4 er betri leikur og ég held að svartur standi býsna vel hér. Förum tilbaka í stöðun eftir riddari C6 í staðinn fyrir hrókur C1 er hann að möguleika eins og nefndi á hann að leika E3 og þá á svartur tvo möguleika, hann getur leikið biskup F5 sem er prýðilegur leikur, hann getur líka leikið biskup G4, bara smekksatriði, báðir leikið fínir fyrir svartan. Eftir biskup G4 og biskup E2 getur svartur leikið E6, stutt hrókun og biskup E7 og þessi staða er í jafnvægi. Annar leikur eftir biskup G4 er líka H3 og þá getur svartur drepið á F3 og leikið E6 og leitast eftir uppskiptum á biskupum með biskup D6 sem að jafna tafli að mínum mati ef að hvítur drepur á D6 því að svartur drepur með drottningu og hrókar á stutt og reynir að leika E5 með tækifæri. Hvítur getur forðast uppskiptum með að leika biskup G5 og þá ætti svartur að bakka með biskup E7 eftir stuttarhrókun og hrókur að C1 leikir hrókur C8 og svartur stendur nokkuð vel í þessari stöðu. Ef að svartur ákveður að leika biskup F5 í staðinn fyrir biskup G4 getur hvítur auðvitað leitast eftir uppskiptum með biskup D3 og ég held að svartur ætti bara að fara í þau uppskipti með biskup drepi D3 og leika síðan E6 og eftir stuttarhrókun getur svartur valið að fara með biskupin annarkvort á E7 eða á D6. Biskup D6 er svona jafnteflislegu leikur, staðan er algjörlega samhverfa hér, einu munurinn er að
Svartur er búinn að leika A6 og hvítur er búinn að hrókara stutt. Þetta er algjörlega hnífjöfn staða. Hinn leikurinn fyrir svartan er biskup E7 og staðan er jöfn eins og áður. Svartir eru algjörlega jafna taflið þarna. Stundum verður maður að sætta sig við það að fá jafna stöðu eftir byrjunina. Takk fyrir þetta.